Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, sérstök umræða staða einkarekinna fjölmiðla. Málshefjandi er hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það má halda því fram með nokkru rökum að það sé nú eiginlega kraftaverk að til séu hér á Íslandi frjálsir fjölmiðlar. Einkareknir miðlar sem eru margir hverjir reknir af miklum metnaði. Og ég ætla að staðhæfa að fá ef nokkur fyrirtæki búi við erfiðari aðstæður og íslenskir fjölmiðlar þurfi að standa í ótrúlega ósanngjarnri og óeðlilegri samkeppni og það eftir leikreglum sem við hér höfum samið. Leikurinn er ójafn, hann er eins ójafn eins og nokkur samkeppnisrekstur getur orðið. Við erum að horfa fram á það að við erum með skakka stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði sem hefur orðið til þess að einkareknir fjölmiðlar berjast flestir í bökkum. Ólíkt Ríkisútvarpinu þurfa sjálfstæðir fjölmiðlar að standa reikningsskil á því sem þeir gera. Á hverjum degi fella landsmenn sinn dóm sem lesendur, áhorfendur eða hlustendur. Ef þeim líkar illa við vinnubrögðin, hætta þeir hreinlega að lesa eða kaupa viðkomandi dagblað eða tímarit, segja upp áskriftinni á sjónvarpsstöðinni eða hætta að hlusta á útvarpsstöðina. Ef þeir eru ósáttir við hvernig fréttir eða fréttaskýringar eru matreiddar, gefast þeir upp á að heimsækja viðkomandi fjölmiðil á vefnum. Og minnkandi vinsældir fjölmiðla munu koma niður á auglýsingatekjum. Með öðrum orðum, einkareknir fjölmiðlar búa við aðhald almennings. Agavald sem nær hins vegar ekki til hins ríkisrekna fjölmiðlunar með sama hætti og til einkarekinna. Landsmenn þurfa að greiða útvarpsgjald, það sér innheimtumaður ríkissjóðs. Enginn hefur frelsi til að láta óánægju sína í ljós með því að segja upp áskriftinni slíta viðskiptasambandinu. Ég hef haldið því fram, bæði í ræðu og riti, að það sé eitt af hlutverkum stjórnmálamanna, löggjafans, að plægja jarðveginn fyrir fjölbreyttari flóru fjölmiðla. Og ekkert tryggir betur en fjölbreytni fjölmiðla að réttar upplýsingar séu dregnar fram í dagsljósið og að ólík sjónarmið fá að heyrast. Mikilvægi þess að hér séu til sjálfstæðir öflugir fjölmiðlar þarf ekkert að ræða. Frjálsir fjölmiðlar er einn af mikilvægustu hornsteinum lýðræðisins hins frjálsa samfélags. Sá sem hér stendur hefur ekki verið mikill talsmaður þess að sértækar reglur gildi fyrirtæki eða ákveðna atvinnugreinar búi við einhverja sérreglur þegar kemur til dæmis að skattalegum reglum. Ég vil hafa leikreglurnar skýrar og einfaldar, réttlátar og að þær tryggi jafnræði. En staðan á íslenskum fjölmiðlamarkaði kallar hins vegar á það að maður þurfi að beygja aðeins af leið. Ég hef lagt til að við afnemum virðisaukaskatt af áskriftum fjölmiðla. Ég tel að það sé nauðsynlegt að við skoðum með hvaða hætti við innheimtum tryggingagjald þegar kemur að einkareknum fjölmiðlum. Og ég hef talið að það sé nauðsynlegt að Ríkisútvarpið verði dregið út af auglýsingamarkaði. Fyrir utan hina ójöfnu samkeppni sem íslenskir einkareknir fjölmiðlar
standa í gagnvart Ríkisútvarpinu eru þeir líka að berjast í bökkum þegar kemur að samkeppni við stórfyrirtæki erlendis, Google, Facebook og svo framvegis sem höggva og gera núna strammtök á auglýsingamarkaðinn. Ég vil því í ljósi þess alls spyrja hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra: Er rétt að huga að skattalegu umhverfi fjölmiðla hér á Íslandi, fella niður virðisaukaskatt á áskriftum? Er önnur skattaleg úrræði skynsamleg, til dæmis að lækka tryggingagjald? Er hæstv. ráðherra fylgjandi því að taka Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði og jafna þannig leikinn? Sér hæstv. ráðherra einhverja aðra möguleika til að jafna stöðu íslenskra fjölmiðla gagnvart erlendum stórfyrirtækjum sem sækja nú inn á auglýsingamarkaðinn? Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir að efna til umræðu stöðu einkarekinna fjölmiðla og ég vil þakka nefnd bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla kærlega fyrir störf sín. Það er bæði tímabært og nauðsynlegt að Alþingi taki fjölmiðlamál til umræðu, enda mikilvægt málefni sem varðar menningu okkar og lýðræði. Það er einnig í samræmi við það sem við höfum orðið vitni að alls staðar annars staðar í heiminum, að stjórnvöld eru farin að hafa mun meiri áhuga og fylgjast mun betur með þeirri hröðu þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár í fjölmiðlamálum. Þar hafa samfélagsmiðlanir, Google og efnisveitur á borð við Netflix og Spotify gjörbreytt rekstrarumhverfi fjölmiðla. Stærsta breytingin er ef til vill sú að smám saman eru notendur fjölmiðlaefnis að verða eigin dagskrárstjórar og miðlun fjölmiðlaefnis verður í gegnum tölvur, síma og önnur snjalltæki. Virðulegur forseti, fjölmiðlar eru eitt mikilvægasta tæki lýðræðissamfélagsins og breytingar á umhverfi þeirra geta haft bein áhrif á hvernig okkur tekst til við að halda lýðræðisfyrirkomulagi sem við kjósum. Aðgerðir stjórnvalda víða heim hafa fyrst og fremst beinst að því markmiði að tryggja að fólk hafi aðgang að fjölbreyttum fjölmiðlum sem miðla samfélagslegu efni, fréttum og þess háttar sem gerir því kleift að verða virkir þátttakendur í lýðræðissamfélaginu. Þar við bæti sú ósk eða krafa að fjölmiðlar leggi sitt af mörkum til að viðhalda og efla menningu og tungumál hver á sínu svæði. Virðulegur forseti, einkareknir fjölmiðlar hafa fundið fyrir þessum hröðu breytingum og eiga fullt í fangi með að aðlaga rekstur sinn að þeim. Sú aðlögun á sér stað alls staðar en með mismunandi hætti því umhverfi fjölmiðla, fjölmiðlavenjur og væntingar eru mismunandi. Það er því virkilega ánægjulegt að ræða nýútkomna skýrslu starfshóps rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla ásamt tillögum og greinargerð. Í greinargerðinni eru upplýsingar stöðu fjölmiðla bæði hér á landi og erlendis. Ásamt tillögum í 7 liðum aðgerðir til að bæta stöðu fjölmiðla. Þær snúa meðal annars að stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði, skattalegu umhverfi, textun og talsetningu og endurgreiðslu framleiðslukostnaðar á tilteknu efni. Virðulegur forseti, þá má segja að skýrslan marki ákveðin þáttaskil í umræðinu rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla og mun nýta sem gott innlegg í vinnu við að bæta rekstrarumhverfi þeirra. Ég tel mikilvægt að unnið verði áfram með þær tillögur sem lagðar eru fram í skýrslunni og lagt verði mat á áhrif þeirra. Til að mynda kostnað sem falla myndi á ríkissjóð, ávinning fjölmiðlanna sjálfra, áhrif á tungumálið og fleira. Atriði í skýrslunni ríma við sáttmála núverandi ríkisstjórnar ríkisstjórnin ætlar að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla meðal annars með því að útfæra breytingar á skattaumhverfi fjölmiðla. Ég hef talað fyrir því að nálgast vinnu með eflingu starfsumhverfi tónlistar, bókmennta og fjölmiðla heildstætt, meðal annars með því að setja íslenskuna í öndvegi. Virðulegi forseti, okkur hefur skort heildstæða stefnu í fjölmiðlamálum. Sú skýrsla sem kynnt í dag fyrsta skrefið í þeirri vinnu. Stefnumótun þarf að eiga sér stað með breiðri aðkomu hagsmunaaðila, allra stjórnmálaflokka og almennings því við verðum að reyna að finna leið til samkomulags starfsemi fjölmiðla og hugsanlegan stuðning ríkisins við lýðræðis- og menningarhlutverk þeirra. Það er hægt að styðja við fjölmiðla með margs konar hætti og fyrir þeim stuðningi geta verið mjög góðar og gildar ástæður.
Þess vegna tel ég rétt að við byrjum á því að móta okkur stefnu í fjölmiðlamálum og tökum afstöðu til þeirra, bæði sem nefnt í skýrslunni og fleiri sem geta verið á borðinu. Markmið þeirra að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla. Ég tel að það sé mjög skynsamlegt að byrja á virðisaukaskattinum og hef sett vinnu á stað hvað það varðar. Annað varðar þau efnisatriði sem eru í skýrslunni þarf að skoða betur, það þarf að kostnaðarmeta það og meta áhrifin sem þau hafa á rekstrarumhverfi fjölmiðla. Að lokum vil ég segja, virðulegur forseti, að nú eru rúm 30 ár síðan fjölmiðlun var frjáls á Íslandi, en stærstu breytingar á rekstrarumhverfi þeirra og starfsskilyrðum hafa orðið núna á örfáum árum. Við sjáum ekki fyrir endan á þeim. Við verðum að vera vakandi og tilbúin til þess að grípa til aðgerða til þess að tryggja að fólki í landinu hafi aðgang að góðu og vönduðu fjölmiðlaefni sem ein af forsendum þess að hér sé virkt lýðræði. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda þessa þörfu umræðu. Í margradda og frjálsu fjölmenningarsamfélagi þá þurfum við að tryggja að opinber umræðu og menningarvettvangur sé öflugur og margbreytilegur. Við viljum tjá okkur og sjá okkur í fjölmiðlum sem hafa sama tungumál og við tölum og sama menningarlega bakgrunn og við höfum. Við tölum mikið að efla þurfi innviði þessar mundir og þá má ekki gleymast að það gildir hið sama menningarlega innviði okkar. Og þar Ríkisútvarpið mikilvægt. Ríkisútvarpið sem með orðum háttvís málshefjanda, Ríkisútvarpið sjálfstæður, öflugur fjölmiðill, en líka, svo ég bæti við, óháður valdi auðs og áhrifaafla. Ríkisútvarpið mikilvægt líka í framleiðslu á leiknu efni sem vonandi nær einhvern tímann til okkar mikla skáldsagnaarfs. Ég sjálfur alltaf að bíða eftir seríunni miklu Dalalíf eftir Guðnum frá Lundi. Og í miðlun á því efni sem þegar til innan veggja. En sú leið sem hér hefur verið farin hér á landi, ólíkt löndunum í kringum okkur, að láta Ríkisútvarpið fjármagna að mjög miklu leyti starfsemi sína með auglýsingum hefur margvíslega neikvæðar afleiðingar, bæði fyrir það sjálft og einkaframtakið. En Ríkisútvarpið getur ekki farið af auglýsingamarkaði án þess að því séu tryggðar tekjur á móti. Við þurfum ekki að styrkja einkarekna fjölmiðla með því að veikja Ríkisútvarpið. En fjölmiðlar búa við margvíslegar ógnir eins og hér hefur verið komið fram. Mig langar að lokum að nefna tvennt. Rannsóknarblaðamenn búa við þá sífelldu ógn sem smásmugguleg meiðyrðalöggjöf hér, og hitt sem ég vil fá að nefna hér rekstrarskilyrði minni sjónvarpsstöðva sem gegna mjög mikilsverðu hlutverki. Þar nefni ég sérstaklega stöðina N4 á Akureyri sem hefur ekki opinberan fjárstuðning og heldur ekki veitukerfi eða dreifikerfi en hefur sannað gildi sitt. Næstur tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmi, Una Hildardóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga máli og einnig hæstv. Ráðherra fyrir að taka þátt í þessari umræðu sama dag og nefnd betra rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla afhenti henni skýrslu sína. Og ég vil byrja á því að taka undir þau orð málshefjanda að íslenskir einkareknir fjölmiðlar séu reknir með miklu metnaði, og það alveg rétt. En frjálsir fjölmiðlar eru lýðræðinu nauðsynlegir. Þeir veita aðhald með faglegri og upplýsandi umfjöllun og fréttaflutningi. Það því mikilvægt að stjórnvöld verji sjálfstæði og ritstjórnarlegt frelsi fjölmiðla og þeir hafi fjárhagslega burði til að sinna lýðræðishlutverki sínu. Æskilegt að hið opinbera styðji við starfsemi þeirra án þess að vega að sjálfstæði þeirra með takmörkunum á fjárveitingum, hótunum eða annarri valdbeitingu. Og ég fagna þeim áformum ráðherra að breyta skattaumhverfi fjölmiðla. Ég tel það vera skref í rétta átt. En
sú aðgerð getur bætt rekstrarforsendur þeirra án beinar aðkomu ríkisins. Einnig mikilvægt að standa sérstaklega við bakið á rannsóknarblaðamennsku enda nauðsynlegt að blaðamenn fái svigrúm og tíma til þess að sinna sínu mikilvæga lýðræðis- og samfélagshlutverki. Því beini ég til hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra að skoða möguleikann á sérstökum sjóð fyrir rannsóknarblaðamennsku sem hægt væri að starfsrækja á svipaðan hátt og launasjóð listamanna. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka málshefjanda Óla Birni Kárasyni fyrir að hefja máls á þessu fjölmiðlamáli og þeim sem hafa haldið ræðu hérna áður, og þá kemur upp í huga, eins og margir hafa komið inn á, Ríkisútvarpið. Staða einkarekinna fjölmiðla er að mínu viti ekki góð hér á landi, þá aðallega í ljósi þess að samkeppnisstaða þeirra gagnvart Ríkisútvarpinu er skökk, einfaldlega vegna þess að RÚV er á auglýsingamarkaði og þá óneitanlega samkeppnisaðili við einkarekna fjölmiðla. Einnig er skattalegt umhverfi einkarekinna fjölmiðla erfið. Afnotagjöld Ríkisútvarpsins hækkuðu nú í síðustu fjárlögum og þegar spurt er hvers vegna er svarið að sjálfsögðu það kostar að reka útvarp. Einnig er það talið nauðsynlegt að þjóðin hafi ríkisrekið fjölmiðil þegar öryggistæki fyrir almannavarnir og önnur þau öryggissjónarmið er lúta að því að koma skilaboðum allt land ef eitthvað steðjar að og allir landsmenn þurfa að fá skilaboð strax En nú er það staðreynd að útsendingar RÚV nást ekki allt land og þá er illt í efni þegar talað er öryggistæki. Í dag er tæknin orðin svo að aðrar leiðir en gamla góða Ríkisútvarpið eru jafn góðar ef ekki betri þegar koma þarf skilaboðum til landans. Ég hef alltaf verið fylgjandi Ríkisútvarpinu og saga þess er samofin þjóðarsálinni, bæði sem menningarlegur fjölmiðill í djúpum skilningi þess orðs og sem öryggistæki, en tímarnir hafa breyst og við því verður að bregðast. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, umhverfi fjölmiðla hefur breyst mjög mikið í gegnum tíðina almennt og sér í lagi á síðustu árum og víðs vegar út allan heim eru fjölmiðlar að fikra sig áfram í nýjum viðskiptamódelum með tilkomu internetsins. Enda er þar rík þörf fyrir vegna þess að hefðbundnu módelin eru hætt að virka. Það er mikið kvartandi af því að fólk er hreinlega hætt að borga fyrir fréttir. Það er bara ætlast til þess að fréttirnar séu ókeypis. Og svo þróun á sér stað hérna líka. Þannig að það þarf eitthvað nýtt heldur en gamla módelið að maður seldi einstök eintök og þetta er sama trend í mörgum öðrum iðnaði líka. Vandi Íslendinga og Íslands við að taka þátt í þeirri þróun er smæð markaðs íslensku tungunnar. Það setur okkur í þann kjánalega vanda að til þess að taka þátt í þessari þróun þá þurfum við í raun og veru að búa til efni á máli sem fleiri en Íslendingar skilja, svo sem ensku eða einhver álíka máli sem er talað af ógreinni af fólki. En við viljum væntanlega að íslenska tungan lifi af, ég geri fastlega ráð fyrir því, ég er vissulega þeirrar skoðunar sjálfur, en ef íslenska tungan á að lifa af 21. öldina og þá framþróun sem með henni kemur, að þá verðum við að styrkja íslenska tungu með ríkisstyrk, með peningum úr ríkissjóði, með skattheimtu. Það er engin önnur leið í kringum það að mér vitandi. Og ég væri á móti slíkri nálgun ef við byggjum hér í 20 milljóna manna samfélagi, en við gerum það ekki. Hvað varðar tillögurnar sem að koma fram í umræddri skýrslu, þá hefum kannski ekki tíma til að fara yfir allt hérna, ég kynni það í seinni umferð, en hvað varðar tillögu A í það minnsta, endurgreiðslu á hluta kostnaðar af framleiðslu á fréttum og fréttatengdu efni, þá tel ég það mjög mikilvægt samanber því sem ég var að segja hér áðan. Við verðum að styðja við bakið á þessum fjölmiðlum ef við ætlum að halda íslenska tungu. Fyrir mér er það í sjálfu sér aðalatriði í þessari umræðu.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, takk fyrir. Mér þykir full ástæða til að hafa varann á þegar ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks boðar endurskoðun á skattalegu umhverfi fjölmiðla og annað inngrip í samkeppnisumhverfið. Og ég ætla að vinda mig bara beint í það að spyrja hæstv. ráðherra fjölmiðlamála: mun ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tryggja að staða okkar ágæta ríkisfjölmiðils á auglýsingamarkaði kæfi ekki aðra, sérstaklega smærri fjölmiðla? Mun ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna tryggja að boðaðar skattabreytingar hygli ekki fyrst og fremst stærri fjölmiðlum, þeim á áskriftarmarkaði jafnvel, fjölmiðlum með fjársterka eigendur sem eru kannski orðnir þreyttir á gegndarlausum taprekstri þrátt fyrir ótvíræðan ávinning í þágu sérhagsmuna? Og mun ríkisstjórnin koma í veg fyrir að einstaka fjölmiðlar komist áfram upp með það að vera í samkeppnisrekstri árum saman án þess að standa skil á sköttum og gjöldum og síðan sé hægt að komast til leyniáhrifa í þessum miðlum með yfirtöku á skuldunum, þvert á markmið fjölmiðlalaga? Mun hæstv. ríkisstjórn fara í sína boðuðu vegferð með það að markmiði að tryggja þetta? Mun það vera raunverulegt markmið boðaðra breytinga að gæta hagsmuna allra fjölmiðlamarkaði og reyna að tryggja þannig nauðsynlega fjölbreytni og almannahagsmuni? Og ég ætla að segja það hér að það verður fylgst mjög vel með því í hvaða vegferð þetta verður farið og við munum gera það meðal annars við í Viðreisn með öllum tækum ráðum að tryggja það að þessar breytingar og í þessa vegferð verði farið með almannahagsmuni í huga. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Ólafur Ísleifsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir að vekja máls á þessu þýðingarmikla máli. Það er allt rétt sem að fram kom í hans máli að á milli fjölmiðla hér er leikurinn ójafn. Það er vægt til orða tekið. Hann er raunar í bága við öll samkeppnislögmál og er fullkomlega í raun og sanni óþolandi. Þannig að hér er sannarlega tímabært að vekja máls á þessu. Ég vil sömuleiðis þakka ráðherra fyrir hennar framlag, hæstv. ráðherra fyrir hennar framlag til þessar umræðu. Við fáum hér í dag mikilvæga skýrslu sem að ég vænti þess að verði rædd hér á Alþingi og að hún verði grundvöllur að ítarlegri stefnumörkun, og ég leyfi mér að taka undir með ráðherra að hér verði mótuð fjölmiðlastefna og þakka henni fyrir það. Virðulegi forseti, það er ekki bara að þetta mál snúist samkeppnisskilyrði fyrirtækja í fjölmiðlarekstri, heldur eru hér afar þýðingarmiklir lýðræðishagsmunir þjóðarinnar undir, afar þýðingarmiklir menningarlegir hagsmunir þjóðarinnar undir. Hér er sömuleiðis undir vernd og viðgangur íslenskrar tungu, þannig að þetta mál er eins stórt eins og það í raun og sanni getur orðið. Ég á mér þá von og ósk að á Alþingi verði samhugur víðtæka stefnu í þessum efnum sem getur fleytt okkur fram á við á öllum þeim sviðum sem þetta mál snýr að. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, það má með sterkum rökum halda því fram að allir íslenskir fjölmiðlar, það er að segja megin fjölmiðlarnir okkar, séu verr settir núna en þegar þeir voru best settir.
fjárhagslegu tilliti og það má þá líka álykta í framhaldi af því að þeir séu allir heldur verri heldur en þegar þeir voru bestir. Því að það er leiðinleg fylgni á milli fjárhagslegs styrks og ritstjórnarlegs eða dagskrárlegs afls í þessu. Þetta gildir einkum og sér í lagi einkareknu fjölmiðlana, enda höfum við séð það núna upp á síðkastið að þeir eru byrjaðir að týna tölunni. Einn er runninn inn í annan. Tveir stærstu ljósvakamiðlarnir eru komnir í eigu fjarskiptafyrirtækja og eru orðin svona hjáleiga eða aukabúgrein hjá símafyrirtækjum með þeim afleiðingum sem það hefur síðan á ritstjórnarlega stöðu þeirra. Það hefur gerst núna bara á síðustu 2–4 árum að hlutfallslegur styrkleiki Ríkisútvarpsins á íslenskum fjölmiðlamarkaði hefur stóraukist. Það hefur verið nokkuð vel sett og er það ágætlega sett núna varðandi til dæmis áskriftartekjurnar sínar með tvöfaldri tryggingu. Þær eru verðtryggðar annars vegar og síðan kemur nettóaukning á hverju ári með við fjölgun greiðanda. Auglýsingamarkaðurinn hérna er sirka 9,5 milljarður króna, þessi íslenski auglýsingamarkaður. Og hlutur Ríkisútvarpsins á honum er 25% af heildinni, nærri því helmingur af þeim auglýsingum sem eru á ljósvakamarkaði. Það er óhjákvæmilegt að taka þessa stöðu núna til skoðunar því að það má líka fullyrða að hvergi á Vesturlöndum er hlutfallslegur styrkur ríkisins á fjölmiðlamarkaði neitt nálægt því sem hann er hér á Íslandi og þessi munur er að aukast. Einkareknu fjölmiðlarnir eru að veikjast og ríkið er að styrkjast. Þetta verðum við að taka til skoðunar núna, ekki síst á grundvelli þeirra skýrslu sem var verið að birta í dag. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni umræðuna. Sannarlega þörf, drepur málshefjandi á mikilvægum þáttum. Það er óumdeilt menningar- og lýðræðishlutverk fjölmiðla og hvort heldur sem er einkarekinna eða ríkisrekinna. Hv. þingmaður telur það kraftaverk að einkareknir fjölmiðlar hafi við núverandi samkeppnisaðstæður þrek til að starfa. Og ég ætla að vísa hér í grein, virðulegi forseti, sem birtist á vef Hagstofunnar sem styður þessa þróun sem hefur átt sér stað þegar við skoðum samkeppnisumhverfið sem hefur vissulega orðið flóknara með hraðri tækniþróun eins og fram hefur komið í umræðunni. En í þessari grein kemur fram að við skerum okkur þó nokkuð úr þegar kemur að samanburði við Norðurlöndin og Vesturlönd. Hér er lægri upphæðum varið til kaupa á auglýsingum en á Norðurlöndunum, hvort sem að reiknað er á íbúa eða hlutfall af vergri landsframleiðslu. Það segir sig sjálft að einkareknir fjölmiðlar treysta á þessar tekjur og í þessu flóknara umhverfi að þá herðir að. Þessi þróun í samdrætti auglýsingatekna er þó til samræmis við þessa þróun annars staðar, þar sem að tekjur hafa líka dregið saman, þar að segja á Norðurlöndunum, og þá hefur hlutur dreifst á fleiri aðila með tilkomu og aukinni útbreiðslu vefmiðla. Og þegar við búum ekki við fullkomið samkeppnisumhverfi og menningar- og lýðræðishlutverkið er óumdeilt, að þá ber okkur að skoða þetta og ég vil fagna hér yfirlýsingu hæstv. Ráðherra, meðal annars á grundvelli skýrslu sem kom út í morgun til aðgerða og mótunar stefnu á þessu sviði. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þegar ég undirbjó umræðu stöðu einkarekinna fjölmiðla í morgun var ég svo bláeyg að ég hélt að ég væri í alvöru að fara að ræða hugmynd málshefjanda, hv. þingmanns Sjálfstæðisflokksins Óla Björns Kárasonar, stöðu einkarekinna fjölmiðla og bága stöðu þeirra.
hafði ég því skoðað vandlega skýrslu þá sem kom í morgun og skoðað tillögurnar sem bárust þar og velt þeim fyrir mér og leitað mér frekari upplýsinga þrátt fyrir að tíminn sé stuttur. En þegar við upphaf ræðu hv. þingmanns var alveg ljóst að hans tilgangur hér í þessa umræðu var alfarið að hjóla í okkar almannaútvarp, Ríkisútvarpið. Hann talaði þannig þessa menningarstofnun okkar sameiginlegu menningarstofnun, þessa aldagömlu stofnun sem nýtur algjörrar sérstöðu í framleiðslu upplýsinga og menningarefnis hér á landi, að maður bara gapir. Mér fannst það alveg hörmulegt, verð ég að segja, að hlusta á málflutning þingmannsins sem augljóslega virðir í engu það gríðarmikla menningarstarf sem starfsfólk þeirra 3 stöðva sem undir Ríkisútvarpinu eru reknar, RÚV sjónvarp, Rás 1 og Rás 2, innir af hendi hvern dag allt árið kring. Það er engin fjölmiðill á pari við þessa 3 fjölmiðla þegar kemur að upplýsinga- og menningarhlutverki. Ég skil ekki alveg af hverju við getum ekki einhent okkur í það að efla stöðu einkarekinna fjölmiðla án þess að þurfa að vega svo mjög að þessari stofnun okkar, þessari sameiginlegu eign okkar. Ég átta mig ekki alveg á þessu. Það eru fjölmargar góðar tillögur í þeirri skýrslu sem kom hérna í morgun og vil ég hvetja menntamálaráðherra til þess að fara fljótt og vel í þá vinnu sem þar verið að leggja á borð fyrir okkur, en bið leið fólk að gæta hófs í orðum sínum þegar kemur að Ríkisútvarpinu og því starfsfólki sem þar vinnur. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég tek undir hlý orð síðasta ræðumanns í garð Ríkisútvarpsins sem hvort tveggja senn kjölfesta í menningarumfjöllun og í fréttaflutningi hér á landi og allar hugmyndir að draga úr tekjum með því að leggja af útvarpsgjald eða hvað það er sem að fólk nefnir. Það verður að mæta því tekjutappi á móti. Því að dæmin sanna, eins og kemur fram í þessari skýrslu sem við erum að ræða, að það er ekki alltaf gert. Það þarf að vera mjög vakandi fyrir því að við veikjum ekki RÚV með því að breyta umhverfinu. Hvað varðar hugmyndir lækkun virðisaukaskatts þá naut ég það í skýrslu rekstrarumhverfi fjölmiðla að þær tillögur snúa aðallega að tvennu, annars vegar votleigum fjarskiptafélaganna og hins vegar að prentmiðlum í áskrift sem eru ekki sérstaklega margir hér á landi, þannig að ég fæ kannski að heyra í hv. Frummælanda hvort að þetta eigi að vera það sértækar ráðstafanir að það nái annars vegar til vídeóleigu og hins vegar til Morgunblaðsins. Hér hefur verið rætt rekstrarumhverfi fjölmiðla en það er nú fleira en fjárhagslegar áhyggjur sem að gera fjölmiðlum lífið leitt hér á landi, sérstaklega þessar mundir. Þar getur hið opinbera litið nokkuð í eigin barm þegar kemur að því að svara upplýsingabeiðnum og þá er ég ekki bara að tala ráðuneytin sem oft draga lappirnar fram úr öllu hófi með að svara sjálfsögðum einföldum beiðnum fjölmiðla. Þetta er líka okkur hér á Alþingi sem virðumst eiga mjög erfitt með að svara greinagott þeim fyrirspurnum sem að okkur beint varðandi rekstur þingsins. Og svo verð ég að nefna það sem enginn hefur nefnt og kemur nokkuð á óvart, sem lögbannið á Stundinni. Við erum í þeirri stöðu að fulltrúi framkvæmdarvaldsins fyrir 100 dögum setti lögbann á umfjöllun hagsmunatengsl æðstu valdhafa. Ég, frú forseti, hef meiri áhyggjur af 100 daga hömlum á tjáningarfrelsi en einhverri virðisaukaskattsprósentu. Hv. þingmann að virða tímamörkin. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Elvar Eyvindsson. Frú forseti, ég velti oft fyrir mér hvaða erindi ríkið á inn á í þennan bransa, í fjölmiðlabransann og kemst alltaf að þeirri niðurstöðu eins og
flestir aðrir hv. þingmenn hér hafa nefnt, að það er menningarhliðin. Við erum með mjög fámennt þjóðfélag og það mun aldrei verða markaður fyrir alla þá litlu hópa og áhuga hópa alls kyns málefni sem við verðum í raun og veru að sinna ef við ætlum að halda hér uppi menningarlegu þjóðfélagi. Þess vegna held ég að RÚV hafi áfram ótvírætt hlutverk og það sé engin spurning það, og þetta hlutverk kostar örugglega pening. Það mun örugglega kosta pening hvernig sem honum náð, og ég get alveg ljáð máls á því eins og margir fleiri að RÚV dragi sig út úr auglýsingamarkaði og það sé bara hreinlega frekar á ríkisins hendi. Mér finnst að það þurfi að endurskoða hugmyndirnar RÚV eða ríkisútvarp og sjónvarp. Þarna inni í dag orðin uppsafnaður gríðarleg verðmæti þjóðarinnar í menningarmálum, og þetta ætti í raun og veru að fara að gera miklu aðgengilegra. Og við höfum orðið netið og fólk að, eins og fram hefur komið hér hjá hv. þingmönnum, fólk farið að velja sér efni sjálft, og við þekkjum öll ungmenni í dag sem bókstaflega opna aldrei fyrir dagskrá sem er fyrirfram ákveðin. Og þetta er bara að gerast. Þannig að RÚV ætti að vera menningarhlaða þjóðarinnar. Það ætti líka að halda áfram að búa til menningarefni og koma því á framfæri, annaðhvort með eigin rekstri eða með því að kaupa sig inn í annar staðar. Lýðræðisleg umræða á líka auðvitað, þarna þarf kannski líka að huga að, það er bara svona matsatriði. En að þessu sögðu að þá er stóra málið finnst mér að tryggja að allir landsmenn hafi aðgang að fjarskiptaneti, interneti og slíku. Þannig getum við tryggt þetta. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, í 2 mínútna ræðu er hægt að segja einn hlut. Ég ætla að reyna að segja 6. En ég ætla að gera það í kannski ekki alveg línulegri röð með við tillögunum í skýrslunni, en ég ætla að byrja á því að segja tillögu D að áfengis- og tóbaksauglýsingar verði heimilar, að ég treysti mér ekki til þess að ræða það á þessum stutta tíma en vona að við getum rætt það betur síðar. Tillögu G, gagnsæi í kaupum hins opinbera á auglýsingum, þá myndi ég vilja taka út orðin á auglýsingum og segja bara gagnsæi í kaupum hins opinbera og ljúka setningunni þannig. Hvað varðar tillögu B, að Ríkisútvarpið fari af auglýsingamarkaði, þá er ég meira og meira hlynntur því. Auðvitað hef ég sömu áhyggjur og aðrir að það veiki Ríkisútvarpið. Ég vil ekki að það gerist, en þó verðum við líka að hafa í huga að tekjurnar sem að Ríkisútvarpið hefur af þeim auglýsingum sem að Ríkisútvarpið hefði ekki lengur væru tekjur sem færu annað. Þannig að það væri ekki niðurskurður í fjölmiðlun í heild sinni eða fréttaflutningi. Það væri verið að beina fjármagni á aðra leið, en ég ítreka að ég myndi vilja gera þetta einhvern veginn þannig að það kom ekki niður á rekstri Ríkisútvarpsins, og er alveg opinn fyrir þeirri umræðu að endurskoða hlutverk Ríkisútvarpsins í ljósi nýrra tíma og tækniþróunar. Hvað varðar tillögu E, endurgreiðslu á hluta kostnaðar vegna textunar og talsetningar, þá þykir mér það algjörlega sjálfsagt. Ég vona að tæknin lækki þennan kostnað niður lítið sem ekkert með tímanum, en þangað til að það var algjörlega nauðsynlegt að við fjármögnum þetta beinlínis úr ríkissjóði með einhverjum hætti, svo sem með endurgreiðslu. Tillögu F, undanþáguheimildir frá textun og talsetningu, það þykir mér líklegt, og reyndar ég verð að segja eins og er, að kemur á óvart að það sé ekki þegar til staðar. Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir litla aðila sem eru með sérhæft efni, eins og útvarpsstöðina Omega, sem er kannski ekki í tísku öllum, en það er heili punkturinn. Svona smástofnanir geta ekki staðið því að þýða allt það efni sem þær vilja koma á framfæri. Og það er mjög mikilvægt að þær hafi einhver leið til þess. Það má reynda að treysta þeirri stöð til að gera sitt ýtrasta til að koma þessu flestu efni á íslensku. Tillaga C, virðisaukaskatt áskrifta verði 11%. Ég er einfaldlega hlynntur því. Takk fyrir mig, virðulegi forseti. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég vil byrja því að þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga máli. Frjáls, óháð, öflug fjölmiðlun er auðvitað undirstaða lýðræðissamfélags og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að við stöndum vel að því rekstrarumhverfi sem þeim er búið. Ég
tek hins vegar undir áhyggjur hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson vilja þessara flokka sem að núverandi ríkisstjórn standa til þess að stuðla hér virkilega að raunverulegu frjálsu samkeppnisumhverfi. Það er allavega hugkvæmni þeirra í að reisa hér ýmsar samkeppnishindranir í gegnum árin hefur verið ótrúleg. En við eigum kannski að horfa á meginefni máls. Ástæðan fyrir skakkri samkeppnisstöðu á íslenskum fjölmiðlamarkaði er inngrip ríkisins í þennan markað. Gríðarlega mikill stuðningur við einn tiltekinn fjölmiðil, Ríkisútvarpið. Og nú ætla ég ekki að gera lítið úr þeim gæðum á því efni sem þar er framleitt eða mikilvægis í neinu samhengi. Ég tek undir orð sem hér hafa verið höfð að þaðan koma mikil gæði á efni. Ég velti því hins vegar fyrir mér hvort að aðkoma ríkisins að því að skaffa hér hágæða íslenskt dagskrárefni geti frekar verið í gegnum samkeppnissjóði heldur en að reka fjölmiðil. Það er kannski miklu heilbrigðara að styðja alla fjölmiðla í landinu til þess að framleiða íslenskt efni af því að við viljum bæði tryggja framboð íslensks efnis og auðvitað vernda tungun okkar. En það ættu þá kannski allir fjölmiðlar að sitja við sama borð aðgang að fjármagni til framleiðslu á slíku efni en ekki bara einn í krafti ríkisstuðnings. Hins vegar í tillögum þá fjölmiðlanefndar ýmsar áhugaverðar tillögur, til dæmis eins og þá ef halda ég áfram núverandi fyrirkomulagi að taka þá RÚV af auglýsingamarkaði sem ég styð. En það skiptir auðvitað bara gríðarlega miklu máli. Þetta sé heilbrigt, almennt samkeppnisumhverfi þar sem allir sitji við sama borð. Vandamál er ekki að það sé ekki eftirspurn eftir efninu, vandamálið er að ríkið skekkir samkeppnisstöðuna á þessu markaði og það útskýrir rekstrarvanda frjálsra fjölmiðla. Þá tekur að nýju til máls málshefjandi hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu og ég segi eins og að mikið var ég glaður að heyra ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar. Það var akkúrat kemst að kjarna málsins, það snýst þetta. Það var annar bragur á ræðu hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur sem ég skildi hvorki upp né niður, minnst ákvæmst hlustaði hún ekki á það sem ég var að reyna að segja. Eða ég hef talað með þeim hætti að hún skilur ekki hvað ég er að reyna að segja og það er mjög einfalt. Við eigum að búa til hér umhverfi þar sem að frjálsir fjölmiðlar, sjálfstæðir fjölmiðlar ná að blómstra, nái að festa rætur þannig að þeir geti sinnt sínu hlutverki og það er bara staðreynd að miðað við það fyrirkomulag sem við höfum haft þá er búið að skekkja stöðuna með þeim hætti að það verður ekki við unað. Fíllinn í stofunni heitir Ríkisútvarpið. Ég hef auðvitað ákveðnar skoðanir það að hvort að ríkið eigi yfir höfuð að reka fjölmiðlana ekki. En það er allt annað mál. Ég er ekki að tala um það. Ég er bara að tala um fyrst við erum búin að ákveða það að reka hér ríkismiðil, þá skulum við reyna minnst að jafna stöðuna með einhverjum hætti. Ég hef lagt fram ákveðnar hugmyndir. Það eru aðrar hugmyndir alveg örugglega. Samkeppnissjóður hugnast mér vel vegna þess að það eru nokkur ár síðan ég lagði það til. En það er svona kannski vonandi hólar dropinn steini í þeim efnum. En ég þakka hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra kærlega fyrir að taka þátt í þessar umræðu og ég hygg að það sé tilefni til þess að við tökum aftur upp þráðinn hér þegar við erum búin að ná að kynna okkur öll hér þá skýrslu sem að ráðherrann fékk afhent, hæstv. ráðherra fékk afhent í morgun og það verði þá ekki einhverjar sérstakar umræður sem standi hér yfir í hálftíma. Ég held við eigum að efna til mjög langrar, ítarlegrar umræður hér í þessum sal hlutverk Ríkisútvarpsins, það hvernig við getum bætt stöðu einkarekinna fjölmiðla og hvernig við getum styrkt lýðræðið og frjálsa opna umræðu hér á Íslandi. Það snýst þetta allt saman. Að lokum tekur til máls hæstv. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti.
Ég vil þakka þingmönnum kærlega fyrir mjög gagnlegar umræður og ég held að sýni nákvæmlega hvað við öll skiljum mikilvægi frjálsra og öflugra fjölmiðla og hvaða hlutverk þeir gegna í lýðræðissamfélagi. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að nú vil ég hefjast handa við að móta fjölmiðlastefnu og fara í þær aðgerðir sem við getum gert vegna þess að staða margra einkarekinna fjölmiðla, hún er mjög bágborin. Og fyrst vil ég byrja á því að útfæra tillögu sem snýr á því að lækka virðisaukaskattinn og óska eftir því nú þegar verði farið í samræmda álagningu á fjölmiðla þannig að hann verði í öllum tilvikum í neðra þrepi eða skoða útfærslur bæði hver kostnaðurinn er og hvernig það er. Ég vil taka það fram vegna þess að það hefur komið fram hér hjá nokkrum þingmönnum að sjálfsögðu verður gætt að jafnræði á meðal fjölmiðla í landinu þegar maður fari í þessa stefnumótun. Allt annað er útilokað og ég kalla bara eftir mjög góðri samvinnu þingmanna og við séum ekki að setja fram hlutina þannig að þeir séu til þess fallnir að búa til tortryggni vegna þess að öll þessi vinna sem við munum fara í, hún verður gerð á opinn og gagnsæjan hátt og það er alveg ljóst að til þess að ná sátt þetta þá þurfa leikreglurnar að vera skýrar og almennar og að aðstaða þessara fjölmiðla að hún sé jöfn. Varðandi stöðu RÚV, það er alveg ljóst og hún er auðvitað einstök. Það er hvergi annars staðar þar sem ríkisfjölmiðill hefur jafn sterka stöðu á auglýsingamarkaði. En ef menn ætla að taka Ríkisútvarpið af fjölmiðlamarkaði þá þarf að huga að mótvægisaðgerðum og við viljum að sjálfsögðu halda í mjög öflugt Ríkisútvarp. Að lokum vil ég taka undir þá tillögu sem kom hér fram hjá málshefjanda þar sem hann nefndi að við ættum að hafa sérstaka umræðu skýrslu nefndar stöðu einkarekinna fjölmiðla og ég fagna því og ég tel að það eigi að vera löng og umfangsmikil umræða og ég tel að við ættum að hafa hana sem allra fyrst. Ég vil taka það fram að skýrslan hún barst í morgun og ég vildi óska þess að þið hefðu haft lengri tíma til að kynna ykkur hana en mér fannst mjög brýnt að birta hana strax og gefa þingmönnum tækifæri á því að kynna sér hana stuttu fyrir umræðuna en ég boða aðra umræðu hvað þetta varðar. Þá höfum við lokið umræðu um 3. dagskrármálið, stöðu einkarekinna fjölmiðla.